Þá förum við í 5. liða dagskrá sem heimanám. Til máls tekur Þór Reykjalín Jóhannesson. Forseti, fundarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir gestir. Heimanám partur af því að vera í skóla og mikilvægur partur í þroskaferli fólks. En því miður eru fullt af krökkum sem hafa ekki foreldra eða aðstaðendur sem geta aðstoðað við heimanámið. Ástæðan getur verið margvísleg. Þau eru að vinna fram á kvöld, hafa ekki þekkingu á námsefninu eða vegna annarra ástæðna. Dagskráin hjá ungu fólki í dag oft löng og ströng og mikið að gera, hvort sem það í félagslífi, íþróttum eða öðru. Margir af þeim sem æfa íþróttir fá það sem metið val og ég tel það mikilvægt. En á sama tíma mikilvægt að fjölbreytni bóknámsval sé í boði fyrir allra svo allir ættu að geta fundið einhvað sem þau hafa áhuga á svo þau séu ekki að eyða tímanum sínum í einhvað sem þeim finnst tilgangslaust og gerir lítið fyrir þau. Ég legg því til að við höfum tíma í skólatíma þar sem kennarar eru til staðar fyrir þá krakka sem vilja vinna í heimanáminu og aðstoða þau við það eins og ég sagði hér áðan. Það eru því miður fullt af krökkum sem búa ekki við þann munað að geta fengið aðstoð við heimanám heima fyrir. Við viljum að unga fólkinu líði vel og þau geti átt gott, heilbrigt félagslíf og að þeim gangi vel í skólanum. Því tel ég að þetta geti hjálpað til í þeim málum. Þá hefur Þór Reykjalín Jóhannesson, fulltrúi ungmennaráðs, lokið máli sínu og til máls tekur Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu ungmennaráðsfulltrúar, sem pabbi 13 ára úlings og sem jafnaðarmaður finnst mér þessi hugmynd hans Þórs algjörlega frábær og ég vona að með einföldum hætti sé hægt að koma henni í verk og skólarnir finni lausnir á því. Í íslenskum lögum og reglugerðum að mér skilst skólamál lítið fjallað heimanám. Hvergi kveðið á að það sé hluti af starfi grunnskólans, né sé þar að finna skilgreiningar á heimanámi eða skýringar á hverju eða í hverju það felst. Þannig að heimanám bara heimanám. Fjölmargar rannsóknir benda til þess að jákvæð áhrif heimanáms á námsárangur eru umdeild. En það þó ekki umdeilt að lestranám fyrir utan lesturinn, en lestur lykill að því að góðum námsárangri og tilvalið samstarfsverkefni á milli heimili og skóla. Þannig að lestur gott tæki til þess að bæta námsárangur. Eins og ungmennaráðsfulltrúi Þór nefnir geta ástæður fyrir því að foreldrar geta ekki hjálpað til við heimanám verið margvíslegar. Ég bæti aðeins við, það getur verið tungumál, þú nefndir atvinnuna, það getur verið heilsa og svo framvegis. Í slíku skipulagi nemendum og fjölskyldum raun og veru mismunað og það ekki sanngjarnt. Þannig að þessi leið sem þú nefnir mjög góð og mér fyndist í raun og veru, og nú ætla ég að tala sem pabbi, að þetta ætti eiginlega að vera skylda, því ef þetta val, að þá veit ég til dæmis að sonur minn myndi velja frekar pílukast og spaðatíma heldur en að fara í heimanám. Þannig að ég leyfi mér að tala svona, með leyfi forseta. Svo þetta mikilvægt að heimanámi sé fjölbreytt og sé við hæfi, þannig að ef einhver þarf að fara hraðar í gegnum námi, þá á hann að eiga þess kost og kennararnir þetta fagmennir í þessu og geta leyst þessi mál að ég held frekar auðveldlega. Það sem þarf að kenna í þessum heimanámstímum að sjálfsögðu heimanámið, en með því eflu við seiglu, við kennum vinnusemi og
bara almennt viðhorf gagnvart heimanámi verður betra og muni það krakkar segla og vinnusemi það sem mun skila ykkur árangri í skóla framtíðarinnar og auk þess í lífinu sjálfu. Þannig að það það sem skiptir máli. Og ég get algjörlega tekið undir það með þér að þið þurfið að eiga félagslíf og annað eftir að skóla lýkur. Nú erum við fullorðna fólki að keppast við að stytta vinnuviku fullorðna fólksins. Þannig að mér finnst eðlilegt að við myndum horfa til ykkar vinnu líka og ég held að þetta sé bara mjög góð lausn sem þú nefnir, Þór, til þess að leysa mjög margt. Takk. Þá hefur Heimir Haraldsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Orðið er laust. Til máls tekur Anton. Kæri fulltrúi, eins og ég 13 ára strákur í skóla með fullt af heimanámum og svo stundum hef ég ekki tíma fyrir þau öll og ég hef ekki tækin á tólinn fyrir öll verkefnin. Og takk fyrir mig. Þetta ætla ég bara að segja fyrir Þór, já. Já, þá hefur Anton Bjarni Bjarkason, fulltrúi ungmennaráðs, lokið máli sínu. Orðið er laust.